Góðan daginn, elsku olíuvinir. Þetta er bara örstutt vídeo aðallega prómóvörurnar sem í desember. Það er að koma desember. Ég að taka þetta upp núna 30. nóvember. Á morgun desember og þess vegna ætla ég að tala bara þessar vörur sem eru mögulega gjafir til þín. Fyrsta lagi það pæn. Það er skemmtilegt að fá pæn furuolíuna. Þetta fallega tré. Og hvað er svona merkilegt pæn? Pæn er ótrúlega góð fyrir, hún er góð fyrir öndun, hún er góð fyrir svona stoðkerfið og hún er jarðtengjandi. Það er hægt að nota hana, það er kannski gott bara að googla, það er gott að fara inn á vefinn og segja, hvað gerir pæn, Young Living Pine Essential Oil? Og þá fáið þið svona upplýsingar það sem hún getur gert fyrir mann heilsun okkar. Fyrsta lagi hún bara ótrúlega góður ilmur og ég ætla að setja pæn og gift í ilmúðaran. Hún er síðasta gjöfin. Þetta er 120 pífi, þetta er fyrir þá sem eru í áskriftinni, mánaðarlegu áskriftinni. Ég er ótrúlega mikið að nota þennan makarón ilmúðarana því að hann tekur mjög mikið vatn. Hann gengur mjög lengi. En núna er ég með bara alla ilmúðarana mína í glugganum og með ljósum á. Af því núna komið svona dimmur tími. Þetta er bara 3. Ég var búin að setja einhverjar olíur í hann í morgun. Þannig að nú er ég bara að bæta svolítið við. 3 dropar pæn og 3 dropar gift. Þannig að við ætlum að fá svona smá góða stemmingu inn. Þannig að ég ætla bara að setja hann að stað og leyfa honum að mala á meðan ég er að mala. Þannig að pæn er bara, það er hægt að nota hana þegar maður er að ryksuga, það er hægt að nota hana auðvitað í ilmúðaran. Það er ótrúlega gaman að hafa hana ef maður er með lifandi jólatré, hafa hana bara með og kannski hressa þess upp á jólatréð. Öðru hvoru maður getur bara sett nokkra dropa á greinarnar til að fá aðeins meiri ilm inn í húsið. Nú, það má nota þessa í bað, hún er bara, það má nota hana fyrir húðina, maður þarf bara að prófa hvernig hún virkar fyrir okkur. 120, þeir sem eru í áskrift. Fyrir mig það bara svona valkostur hagsýnu húsmóðurinnar að vera í áskrift. Og maður getur keypt allar þessar fallegu vörur sem eru heimilisvörur í Young Living búðinni, fengið að senda heim, auðvitað Nings eða Red Savan sem heldur manni bara hressum. Þetta er bara grunnnæring. Við þurfum alltaf að kaupa okkur, við erum alltaf að kaupa okkur mat, við erum kannski að kaupa einhverja sápur. Þannig að mér finnst þetta bara ótrúlega góður valkostur og þegar maður er fann að kaupa þetta mánaðarlega og búin að vera lengur en 3 mánuði, þá fær maður 20% endurgreiðslu. Þú færð ekki þegar þú fer út í bónus eða nettó. Þeir borga þér ekki fyrir að koma og kaupa heimilisvörurnar hjá þeim. Svo, 190 það, ég glemdi Coconut Body Butter. Thieves grænmetis Fruit and Veggie Soap. Þetta er sem sagt bara svona sápa fyrir grænmeti og ávexti. Ég nota náttúrulega ótrúlega mikið á sumrin því að ég er með salat og ég er með salat sem ég er ekkert að spreyja einhverjum eiturefnum á, þannig að það geta alltaf verið einhver svona smá dýr í salatinu mínu. Þá legg ég þetta bara legg ég salati í bleyti í vatn og svona losa svolítið það og bara teka svo upp úr og í vatninu verður það bara eftir einhver lítil dýr og skóla svo salati bara vel og eftir. Og þetta getur maður gert við þetta, verður að kaupa ber erlendis frá, þá þau mjög oft úðu með einhverju, þannig að mjög mikilvægt ef við ætlum að kaupa ber sem er ekki lífræn að skóla þau, að því borðum þau með hýðinu, bláber og jarðaber og svoleiðis. Þetta er bara frábær sápa og ég hef notað þetta í ýmislegt, ég hef notað þetta líka í bara, held ég, spray sem ég var að nota á plönturnar mínar, af því þetta er bara, þetta er bara fínt á matinn okkar, matvöruræktunina, matvæla. Sko, svo kom Coconut Lime Body Butter, ég glemdi að koma með það núna
Þannig að það hérna númer 250 og það náttúrulega bara alveg, þeir sem hafa prófað það, það alveg ótrúlega, það svo ilmandi, það svo ferskur og góður ilmur, það mjög auðvelt að bera það á sig, fer bara ótrúlega gott sem handáburður svona fer vel inn í húðina með pínu glansandi en það fer ekki alveg eins hratt inn eins og góð Vaff-6 olían en enga séð mjög næs og líka á þurra fætur og svona. Það var okkur 250, 350 þá það Gathering olían. Ég var búin að skrifa ég var búin að fletta þessu upp í bókinni. 8 olíur og þar á meðal frankincense, sandalwood og rose. Þetta náttúrulega bara gathering. Gathering þýðir það sem við komum saman og þetta bara ótrúlega falleg blanda til að nota þar sem 2 eða fleiri að koma saman til að stilla saman strengi. Stilla saman strengi, ég veit ekki hvað að segja hérna. Já, til að koma í til að koma í veg fyrir svona kaotíska orku til að safninni svolítið saman, þannig við séum öll svona sama stilt á sama stilla saman strengi, það mjög fallegt að nota það orðfæri, stilla saman strengi. Svo það bara 400 pífi sem frí sending og sko í desember þá það þannig að fyrsti des mánudagur og það eiginlega síðasti dagurinn, svona öryggi dagurinn til að láta pantanir fara í gegn sem með standard sendingu til að nái fyrir jól. Þá það komið sem sagt bara hann í kringu 19. og 20. desember. Hvað varstu svona stutt núna? Já, þannig að nema þið séu með stóra sendingu sem fer upp í 400 pífi, þá getið þið auðvitað alltaf valið, þá verður maður samt að velja express shipping, það gerist ekki sjálfkrafa. Þannig að þá getið þið panta aðeins seinna, alveg kannski til 15. myndi ég segja, myndi vera að því það verður svo ótrúlega mikið að gera þegar nálgast jólin, því það búin að vera svo mikið aukning í postsendingum og mikið álag á þessi fyrirtæki sem verður að senda, sem koma með pakkana. Ok, svo þessi olía, The Gift, hún heitir The Gift. Ég held að þetta sé eitthvað 10 olíur, það meðal annars Sacred Frankincense, Jasmín og Sandalwood. Sacred Frankincense, Jasmín og Sandalwood. Hvað var það? Mirra. Sacred Sandalwood, Jasmín og mirra og fleiri olíur. Líka spruce, galbanum og cistus. Hún svolítið svona, hún mjög krydduð, mjög kryddaður ilmur, magnaður ilmur, The Gift. Og hún var sem sagt búin til svolítið eftir inspireringuna þegar Gary skrifaði þessa bók, The One Gift, þar sem hann ferðast Arabíu og var að skoða þessa Frankincense Trail, þessa slóð sem þeir fóru með þessi óbúslega verðmætu trjákvoðu, resin, Frankincense og mirru, fluttu þetta á milli til hafnar og í siglingaleiðir og til Indlands og Evrópu og þetta svona falleg ástarsaga, óbúslega spennandi saga sem Gary Young skrifaði og þessi olía var svo búin til svolítið í framhaldi af því fyrir söguhetjuna sem hét Shutran. Svo bjó Gary náttúrulega til strákaolíu sem heitir Shutran. En þetta þá bara svona já, í fréttabréfinu núna þetta getur lesið fyrir neðan vídeóið, svolítið verið að tala rollón og rollón svo þægilega því það svo auðvelt að rúlla þeim á sig.
Já, sjáumst.